Þá erum við komin að rafloftstýringunum, þar sem blöndum saman rafmagnsstýringum og loftstýringum. Og þetta er þetta verkefnahefti hérna og við rúlum hérna í gegnum einhver verkefni. Hér er sem sagt fyrsta verkefnið, einvörður strokkur, 3-2 loki, segulspólustýrður, það er þetta sólunöndu valf hérna, það er segulspóla, tekningar sem við munum læra og útskýra hvernig það virkar og það sem kallaði direct og indirect, það er beinar og óbeinar stýringar. Hérna er þessi tjakkur sem á að stýra, hann á bara að íta þessu hérna út af ef að vantar einhverja flöskur í kassan. Þegar ættir að vera vör við það að sérstaklega í fyrstu verkefnunum eitthvað finnst þau alveg furðulega einföld og það er alltaf vegna þess að þið eru tiltölulega klári í stýringum. Þessi rafmagnsstýringum og finnst þetta frekar einfalt. Hér er, já, hérna segja sko, þetta er svolítið áræðandi hérna, að hvað viljum við að gerist ef að rafmagni fer af. Og þá segir hérna þá vilja þær að tjakkurinn fara tilbaka. Og þetta er svolítið algengt að pæla í hérna. Og svo eru bara lýsingar hérna á því hvað að gera, búin alltaf til tekningu og efnislista og prófa á þannig og svoleiðis. Hér er þessi einvörður strokkur, hann er til annað svona þar sem hann er, þar sem hvíldarstaðan er úti eða hvíldarstaðan er inni. Þetta er mótor hérna, loftmótor og hér eru táknin sem við erum að leita að hérna. Þetta hérna, þessi ör hérna þýðir, hann er með sem sagt, þessi pilot activity, það er sem sagt, hann er með svona mögnun á loftstýringunni. Það er farið betri það síðar. Síðan komum við hérna að, það er þetta þekkið er náttúrulega þess að rofa hérna og ég ætla ekki að útskýra það neitt og svo kemur þessi teikning hérna sem á að teikna og ég ætla að sýna ykkur hvernig þetta er gert. Ég teiknum bara það. Og svona blandast þetta saman. Loftstýringin, þetta var hérna einfaldur hérna einvörður strokkur og hvað var hérna? Það er eitthvað hér sem að við erum að finna út hvað er. Ég get svo sem sagt ykkur það að þetta er segulspólustýrður 3-2 hérna, þessi hérna með pilotinu, hann er blóðið í forritinu og svona. Þá myndi þetta virka hérna. En við ætlum að hafa þetta rafmagnsstýrt og þá þarf að bæta rafmagnsstýringuna við. Þið kunnið á rafmagnsstýringuna, það er rafmagnshlutan á forritinu og ef þið kunnið það ekki þá hérna þannig hluta þá getur kennarinn bent ykkur á kennsluvídeó fyrir það. Þetta er bara svona, það er spóla hérna og vantar hérna spólan en við taka til því. Þess að við notum núna þessu hérna. Svona. Og þetta er þannig að þessi spóla hér, þessi hér, þetta er sama spólan. Ok. Svo þurfum við náttúrulega að rafmagna á það. Það sem við þurfum að gera núna til þess að forritið viti og allir viti að þessi spóla eru sama. Þá þurfum við að skýra þessa hérna. Hérna nafn
það engin tillaga því hérna. Þannig að við skýrum hana 1M1 og svo lítill grænn punktur hérna sem tvísmöllum á 1M1 sama nafn. Þá mun það gerast þannig að þegar að ég með rafmagn þessa spólu hér þá mun þessi hreyfast þannig það og svo það náttúrulega merkja og vesinast og hér þetta tilbúið. Ég þurfum ekki að hafa þetta, má vera þessi litli þrýðingur bara hérna og allar merkingar komnar hérna inn á og efnislisti og virknilýsing og allir pakkinn hérna. Þetta verkefni 1.